fannst þú undirstöðu atriði sem hún hefur lagt til grundvallar fiskveiðiráðgjöf sinni. Sjávarútvegsráðherra Færeyja segir að hún muni væntanlega ráðleggja meiri sókn að lokinni endurskoðun á aðferðum sínum. Fiskirannsóknastofa lagði til að togveiðar yrðu minnkaðar 15% á næsta fiskveiðiári og veiðar á línu og handfæri yrðu minnkaðar 30%. Þetta gátu stjórnmálamenn, sjómenn og útgerðarmenn alls ekki fellt sig við og ákváðu því að hafa sóknina nokkurn veginn þá sömu. Fiskirannsóknastofa hefur nána samvinnu við ICES eða Alþjóða hafrannsóknastofnunina í Kaupmannahöfn sem hefur ár eftir ár lagt til að mikill samdráttur yrði í veiðum við Færeyjar. Fiskirannsóknastofan ville se en större nedskärning än det som förslaget lägger upp till, men samtidigt så säger de också från Fiskirannsóknastovan att de vet att revurdera deras tillvisningsgrundlag och var meget tryck fiskebestånden talar. Och därför har jag denna gång syns att det var riktigt att ikke skjer så drastisk som det ble lagt opp til når man fra Fiskirannsóknastofans side i tvivl om det som de skyder opp riktig. Fiskirannsóknastofa starfar á svipuðum grundvelli og Hafrannsóknastofnun hér á landi og gerir út meðal annars út Hafrannsóknaskipið Magnús Einarsson. Mikill munur hefur verið á ráðgjöf stofnunarinnar og ákvörðunum stjórnvalda en sá munur verður nú menntanlega minni. Ráðherrann telur það hafa raunhæfa þýðingu að þjóðin eigi auðlindir í hafinu og vill að samstaðan náist nýtingu þeirra. Det är liksom det färöiska folk som äger det råmaterialet som svämmar omkring öarna. Därför syns jag att det är riktigt att i alla fall det är konsensus om varledes man kan ägarförhållanden kan vara innanför fiskeriet. Núna mega útlendingar ekki eiga meira en þriðjung í færeysku fiskiskipi en mega eiga veiðslustöðvar að fullu. Yfir 90% aflans landað í Færeyjum en ef skip siglir með afla tapar það veiðidögum ef siglt með meira en fjórðung afla. Síðustu 2 til 3 ár og nú rétt undir meðaltali. Þær raddir hafa heyrst hér á landi að þetta sýni og sanni að Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, sem hefur verið Færeyingum til ráðgjafar í fiskveiðistjórn, hafi rangt fyrir sér. Færeyingar hafa nú notað kerfi veiðidaga í nokkur ár en það felur í sér að hvert fiskiskip fær úthlutað að tilteknum fjölda veiðidaga eftir stærð og veiðarfærum. Einn af stórum kostum við þetta kerfi að engin hvati til að henda mesta fiskinum eða þeim ódýrasta. Jörgen Niklasen, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, segir að þetta falli betur að náttúrunni en tölfræðilegt markaðskerfi eins og kvótinn á Íslandi. Det är det med fiskadagssystemet att systemet bestämmer inte vad man fiskar. Det gör havet. Det är naturen som bestämmer vad blir fiskat. Þorskafli nú nálgast 20.000 tonn á ári en var nærri 40.000 fyrir fáum árum. Þetta ekki rangri fiskveiðiráðgjöf að kenna? Man kan säga att det som Jón Kristjánsson har sagt hittills har passat perfekt. Och att de svängningar vi har haft i fiskeriet sedan 1905 i 100 år har visat sig att svinga på perfekt samma måte. Det vill säga att naturen uppför sig som den alltid har gjort och det som Jón Kristjánsson har sagt har visat sig att passa perfekt. Metafli af uppsa og ísuafli yfir meðaltali. En vorum að þorskurinn náðu sér aftur á strik? Ja, alltså torsken har alltid svingat från 20.000 tons till 40.000 tons. Hvor vi har haft ett genomsnitt på omkring 26.000 tons. Sista år låg den på 4.000 tons, lite under genomsnitt. Och är på väg ned. Så vi räknar med att den kommer ned på omkring 20.000 och så går den upp igen. Det vill säga att nu ligger vi lite lavare än medeltalet, men det må man. För ellers kan man alltid sluta på medeltalet. Så den kommer ligga lite under medeltalet. Talið að heildarpottiskapli verði eitthvað meiri en í meðalári en verðmæti eitthvað minna þar sem minna að þorski.